Við ætlum að ræða gul verkalýðsfélög. Tilefnið er náttúrulega stofnun verkalýðsfélag sem heitir Virðing og Efling segir að sé eiginlega bara undirdeild af samtöku sem kallar sig Sveit, samband veitingahúsa, einhvern veginn orðað þannig að þetta sé raunverulega verkalýðsfélag sem búið til að atvinnurekendum og samningur þannig á milli sé eiginlega bara gervisamningur til þess að berja niður kaup og kjör launafólks. Hingað kominn Sigurður Pétursson sem sakfræðingur og sérfróður verkalýðsmál. Velkomin. Takk. Þetta kallað gul verkalýðsfélög og svona hluti af ýmsum leiðum sem að fyrirtæki getur nota til þess að brjóta niður samstöðumátt launafólks. Já, einmitt og það einmitt eins og þú segir, það eru margar leiðir notaðar. Og svona í heildina hefur þetta nú verið kallað félagabrot, að brjóta niður samtök verkalýðsins sem eru auðvitað koma fyrst til sem frjáls félagasamtök en eru nú orðin auðvitað svolítið bundin í skipulag og lagaramma og fleira. En þessi viðleitni atvinnurekenda til þess að brjóta niður verkalýðsfélögin eða aftra þeim frá því að verða til, sem önnur leið, að þetta hefur auðvitað fylgt verkalýðshreyfingunni alveg frá byrjun. Og við eigum meira að segja íslensk dæmi allar þessar tegundir að hunsa verkalýðsfélögin og reyna að brjóta þau niður með atvinnurekendavaldinu eintómu, að lauma inn útsendurum, koma með gylliboð, að ef að verkalýðsfélagið gangi ekki í alþýðusambandið eða einhver önnur sambönd, að þá fáu þau þetta í staðinn og þetta í staðinn. Þriðja leiðin svo að stofna félög, auðsveip félög atvinnurekenda, hlíðarfélög við önnur verkalýðsfélög og það leið sem að, hún þekkist og þekkist nokkuð víða í Evrópu núna. Og það töluvert talað verkalýðsfélag sem að var stofnað í kringum Play. Já, akkurat. Það var einhver eldra félag sem var vaknað upp til lífsins. Jú, þeir notuðu og það félag, ég held að sé ennþá starfandi og það dæmigerð gult félag. Það einkennir þessi gulu félag það annars vegar að þau ganga aldrei í heildarsamtök. Þau eru ekki innan ASÍ og þau eru ekki innan annarra sérsambanda. Og í öðru lagi að þá gera þau ekki sjálfstæða kjarasamninga, þar að segja að þau koma aldrei með nýjar kröfur eða ná neinu nýju fram. Þau ljósita samningar sem fyrir eru og gera svona léttar breytingar en yfirleitt til hins verra fyrir launafólk. Og þetta þessi tvö einkenni sem að einkenna akkurat þetta félag sem að Play stóð að og svo að auki eru alltaf einhver ákveðin tengsl við atvinnurekandann. Það að segja atvinnurekandinn á bakvið lengt og ljóst. Munurinn á verkalýðsfélaginu sem að tengist Play og Virðingu sem að tengist nokkrum veitingahúsum sá að ef að þú ert að vinna á veitingahúsi að þá gilda samningar Eflingar. En varðandi flugþjóna að þá það allt samningar, fyrirtækjasamningar. Þannig að það ekki heildarsamningar. Þannig að ef að Play gerir samning við sitt félag, að þá það ekki þannig að sá sem að ræður sér þar til starfa getur bent á og hann eigi raunverulega rétt á sömu samningunum og flugþjónar hjá Icelandair hafa. Já, það sé einhver lagalegu munur þarna að hluta til kom þetta nú til með Play að þetta var ekki. Það tókst ekki að stoppa þetta einhvern veginn. Var líka vegna þess að það var náttúrulega félag þarna á undan sem fór á hausinn og það var komið fjölda atvinnuleysi í fluggeiran og þannig treystu greinilega félagin sem fyrir voru, treystu sér ekki til þess að stöðva þetta. Þó svo að þetta hafi legið svolítið í láginni, skulum við segja. Og þetta hefur nefnilega gerst í fleiri greinum út heim, hvort sem við erum að tala Frakkland, England, Danmörku eða Bandaríkin. Að þegar það verða áföll í atvinnugreinum, fjölda atvinnuleysi eða þá að fyrirtæki fara á hausinn og eitthvað nýtt kemur inn og þá gerist það oft með þeim skilyrðum. Að það koma nýjir fjármagnseigendur, kaupa yfir fyrirtækin og þeir gera skilyrði við verðum að fá nýtt félag til að semja við.
annars semjum við ekki neitt og annars komum við ekki með peningana, annars störtum við ekki fyrirtækjunum og leggjum niður störfin. Og fyrir þessu, eða gagnvart þessu, hefur verið mjög erfitt að berjast. Það er að segja svona sambönd verkalýðshreyfingarinnar innan landa og milli landa, þeim hefur ekki tekist að stöðva þessa þróun. Og það hefur leitt á síðustu 30-40 árum til þess að þátttaka í verkalýðsfélögum í mjög mörgum löndum hefur hrapað úr því að vera 50-60 niður í 20 30, jafnvel niður í 10% eins og í Bandaríkjunum. Og Bretland er gott dæmi þetta hvernig verkalýðshreyfingin hefur verið brotið niður. En varðandi þennan mun sem ég er að reyna að draga fram á verkalýðsfélagi sem tengist play og svo virðingu. Að það hefur verið þannig að á Íslandi til dæmis ekki neitt svona forsötu til þess að hafa lágmarkslaun vegna þess að samningarnir gilda. Já, einmitt. Þó svo að við segjum að ég veit ekki að stað og ræði þig í uppfaskið og ég er ekki í SA og þú ert ekki í Eflingu, þá ber mér samt að borga samkvæmt því. Já, einmitt. Og þessi umgjörð hefur verið mjög sterk á Íslandi. Og í raun og veru það hefur aldrei náðst, atvinnurekendur hafa reynt, bæði hjá sjómönnum og það hefur komið upp einstaka sinnum áður í einhverjum svona jaðargreinum að stofna félög fyrir utan heildarsamtökin og reyna að kljúfa í raun og veru verkalýðshreyfinguna. En vegna þess að skipulagi hér á Íslandi hefur verið þannig að það eru gerðir heildarkjarasamningar og kjarasamningar sem ná yfir ákveðnar starfsstéttir og starfssvið. Að þá er þetta miklu erfiðara. Hins vegar eru þetta á tíðkast það auðvitað ef að þú ert atvinnurekandi og þú ert ekki í samtökum atvinnulífsins að þá ert að hluta til óbundin af því, en hins vegar ertu bundin af því að þú verður að borga lágmarkssamningin. En þú máttu auðvitað borga meira og þú getur gert sérsamninga við verkalýðsfélagið að borga meira. Það kallast ekki gul verkalýðsfélag. Nei, það er alls ekki gult sko. Og alls ekki gul starfsemi vegna þess að þá líka semur við verkalýðsfélagið sem fyrir í starfsgreininni. En ef þú stofnar þá nýtt félag og stofnar enn betur þá, sko það auðvitað hafa orðið til ný félög, bæði hér áður fyrr og sérstaklega á fjórða áratugnum milli 1930 og 40 verkalýðshreyfingin var að hasla sér völl á nýjum og fleiri sviðum. Að þá eru ýmsar kvennagreinar, starfsstúlknafélagi Sókn og þvottakvennafélagi Freyja sem voru stofnuð hérna í Reykjavík og fleiri félög, iðjafélag Verksmiðju fólks. Að þetta voru þetta ný félög þar sem í nýjum starfsgreinum eða iðngreinum og náðu svo samningum við atvinnurekendur sko, eftir að skipulagi var komið til. Og núna hins vegar er það oft þannig að þegar koma svona nýjar tæknigreinar eða tölvugreinar eða einhverja greinar þar sem að starfsfólk vill fara að skipuleggja sig að þá eru það atvinnurekendur sem eru með fingurna í því og þessi félög sækja ekki inngöngu í heildarsamtök. Og þá sjá menn mjög fljótt að þessi félög eru raun og vera að halda laununum niðri. En þau eru ekki til þess að bæta kjörin. Nú er það þannig að launafólk er ekki allt samasinnis, stóru hópar. Já. En samt er einhvern veginn svona kerfi eins og þetta með að samningar gildi sem lágmarkskjör til þess að halda þessu kerfi gangandi. Það nýtur verndar. Og þótt að sé félagafrelsi að þú getur bara gengið úr Eflingu og þú vilt ekki vera þar, en þá ertu ekki með það félagafrelsi að þú getur samið undir tökstum, búið til þitt eigið félag og samið undir tökstum. Nei, einmitt. Þannig það er svona leiðir til þess að vernda þetta sem að við höfum að sömuleyti sterkari heldur en í öðru löndum sem eins og þú varst að lýsa áðan, það sem önnur lönd hafa raunverulega mist þetta að megin ákvörðunin kaup og kjör fari fram í samningum að það sé viðurkennd þessi átök á milli launafólks og fyrirtækjaeigenda og við verðum að hafa einhverja leikreglur í kringum það því að við náum bestu stöðunni ef að launafólk færa að vera skipulagt og færa að nota vald sitt til dæmis og hótunina að loka fyrirtækinu þínu sem að einhver geti haldið fram að væri svona ofbeldi en það er það ofbeldi sem við sættum okkur við vegna þess að með því að leyfa
leyfa þessum átökum að vera, að þá fáum við besta vinnumarkaðin. Já, heilbrigðasta vinnumarkaðin og oft á tíðum líka mikið öryggi fyrir atvinnurekandan. Vegna þess að atvinnurekendur máttu líka ekki mikið við því að verkalýðshreyfingin gæti, þar að segja ákveðnum starfsgreinum, þar sem að við skulum segja að félagsmenn ákveðna verkalýðsfélaga voru baráttu glaðar en aðrir og gerðu þar með alls konar skæruverkvöld, pólitísk verkvöld, kröfur hitt og þetta og lögðu niður vinnu fyrirvaralaust, trufluðu starfsemina og svo framvegis, að atvinnurekendur fengu í staðinn fyrir það að verkafólk fékk að skipuleggja sig og ná þessum heildarsamningum, að þá fengu atvinnurekendur líka ákveðið skjól fyrir það sem að komið með ennþá verð og verkvöld gátt ekki fara í verkvall af hvaða tilefni sem Nei, akkurat, og verkvöld fara eftir settum reglum og síðan 1938 þá hefur þetta verið og lengst af að þá var þetta svona almenn sátt og þýddi það reyndar að til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn gekkst inn á þetta skipulag, sótti sjálfur inn í verkalýðshreyfingun og náði þar miklum ítökum á tímabili og nýtti sér það. Hætti, við getum orðað þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hætti að reyna að grafa undan verkalýðshreyfingunni, sætti sig við þetta fyrirkomulag en reynda að ná völdum innan hennar í staðinn. Og gerðu það og náðu miklum völdum og meðan að Sjálfstæðisflokkurinn var og hét, skulum við segja. Og þannig náðist þetta jafnvægi sem hefur haldist svona fram undir þetta. En svo höfum við séð svona eftir 1990 með frjálshyggjunni og þeim áhrifum sem það er að það eru svona fleiri og fleiri greinilega sem tilheyri atvinnurekendastéttinni eru tilbúnir til þess að fara í einhver skemmdarverk. Tilgangurinn er augljós, grafa undan þessu skipulagi, grafa undan skipulagri verkalýðshreyfingu, einangra stéttarfélögin einhvern veginn og brjóta undan þeim undirstöðunar, þess vegna er þetta nú kallað félagabrjótar, svona eins og múrbrjótar eða verkfallsbrjótar, að skemma þessa skipulögðu verkalýðshreyfingu vegna þess að verkalýðshreyfingin eins og þú segir, hún er þannig hjá okkur að þó þú sért ekki félagsbundin, þá nýtur allra réttinda sem kjarasamningurinn gefur. Orlof, lífeyrissjóði, sumarleyfi, veikindarétt. Þú hefur allan þennan rétt pluss lágmarkslaunin og dagvinnu, eftirvinnu, næturvinnu. Þetta eru fast skorðaðar reglur sem ekki hægt að brjóta á þér. Þetta eru hálfgerð mannréttindi. En ef við förum hins vegar í hitt skipulagið, eins og er í Bandaríkjunum, að þá myndi þetta allt saman hrynja. Og réttindi verkafólks yrðu þá mjög misjöfn eftir hvort þú væri með félag eða ekki félag. Og þetta eru átök sem eiga sér staðið í heiminum. Við sjáum það eins og til dæmis þegar hann þarna ríkasti maður í heimi er það ekki, aðalstuðningsmaður Trump, hann þarna Elon Musk, já, þegar hann ætlaði að reisa verksmiðju í Svíþjóð. Og þá var hann sagt, já, það er allt í lagi, en allir allir þeir sem vinna í bílaiðnaði í Svíþjóð eru félagsbundnir. Og þá sagði Musk, nei, hjá mér er engin verkalýðsfélag. Og þá sagði þeir bara, jú, það er ekkert fyrirtæki í bílaiðnaði í Svíþjóð sem ekki er með samninga við samningsbundið félag í járniðnaðinum í Svíþjóð. Og hann hætti við að koma með verksmiðjuna. Og svo er þetta það sem alþjóðakapitalismin gerir auðvitað, að veikja verkalýðsfélög í einstaka löndum, af því að það er ekki það sterk samband á milli landa, yfirleitt ekki, og að þá geta bara hóta því að fara með verksmiðjur úr einu landi yfir í eitthvað annað land, fara úr Vestur-Evrópu til Austur-Evrópu, eða í önnur lönd þar sem verkalýðshreyfingin er sundruð eða veik. Og í Bandaríkjunum er það eiginlega barátta frá til dæmis vöruhúsi til vöruhús í Amazon að fá að stofna verkalýðsfélag. Það tekst ekki allstaðar. Furðulegt skipulag þar. Já, því er mætt af mikilli hörku. Að það er þó að þú náir að stofna verkalýðsfélag sko í einu fylki, í einni borg,
að þá það ekki sama og þú getur stofnað félag í næstu borg eða næsta fylki. Nei, og þó náir ykkur kjarasamningur þar að þá ekki gefið að fólkið í samskona vöruhúsi fái notið þess annars þar. Akkurat. En við getum hort á virðingu og mér finnst svona fólk tala svolítið það eins og þetta sé svona undarlega að þessu staði, þetta bara geti ekki gengið upp, það engin sem geti varið þetta. En samt erum við með dæmi eins og verkalýðsfélög sem tengiðist Play og þú ert að nefna að verkalýðsfélög sem hafa verið stofnuð í svona nýjum starfsgreinum að þau eru oft svona ég segi ekki að þau eru ekki gul en þau eru bindast ekki heildarsamtökum og eru þar leiðandi kannski með veikari stöðu oft með mikil tengsl við atvinnurekandurna þar að segja. Já, en svo hefur við líka séð kannski það var endurskoðun á vinnulöggjöfinni á 10. áratugnum sem eru atrið þar inni sem að má benda á að hafi verið til veikingar en hins vegar voru hugmyndirnar voru miklu stórkallarlegri í upphafi þannig að það var allavega vilji til þess að breyta vinnulöggjöfinni þá. Það hefur líka komið, ég held að Sjálfstæðisflokkurinn flytur alltaf 1-2 frumvörp á vetri sem eru til þess að einmitt að þessi auka félagafrelsi sem til þess að þú getur gengið út úr Eflingu og samið niður fyrir þig. Það er eiginlega krafan. Og slegið af þínum réttindum. Og annað sem að kom í kjölfar á verkfalli Eflingar fyrir 2 árum að þá kom umræða og var samþykkt inn í ríkisstjórn að auka völd ríkissáttasemjara svo til þess að hann gæti raunverulega bara þröngvað atkvæðagreiðslu miðlunartillögu upp á félög og aflýst verkfalli. Þannig að samhliða þessu þá hefur alltaf verið í umræðinni svona ekki kannski mjög áberandi pólitískt, það ætti kannski að vera það því að við höfum vítin að varast í næstu löndum svona vilji til þess að eins og verkalýðsfélög séu megin í samfélaginu frekar heldur en að þau hafi byggt upp góðan vinnumarkað. Já, einmitt það hefur verið þessi áróður að verkalýðshreyfingin sé einhvers konar fyrirstaða gegn einhverju þróun eða einhverju slíku en staðreyndin eru þetta svo að það er þar sem verkalýðshreyfingin er ekki sterk þar sem hún er ekki skipulögð, að þá er endalaust verið að svína á fólki. Og það sést nú best núna í sendla störfunum, þessar heimssendingaþjónustum sem fólk verður ábyggilega svolítið vart við ef það fer að kaupa sér pizzu eða einhver staðar inn á einhverjum veitingastöðum, að þá sjáum við hverjir það eru sem koma með grænu töskurnar og sækja mat til þess að hlaupa með. Þetta eru sem sagt eiginlega bara erlent fólk sem er ekki almennilega inn í samfélaginu og hefur ekki tengsl í samfélaginu og þarna er ekkert verkalýðsfélag. Þetta er fólk sem er ófélagsbundið og ekkert félag hefur tekið það upp á sína arma í raun og veru og þannig fær þetta fólk bara skýta laun. Og þannig það í fleiri greinum að sjálfsögðu og þetta er auðvitað það sem atvinnurekendur sjá. Þeir eru lauma þessu inn og það var eins og kom fram hérna fyrir nokkrum árum þegar kom hingað maður frá bandarísku verkalýðshreyfingunni að hann var að benda á að það eru heilu lögfræðu stofurnar í Bretlandi og Bandaríkjunum sem eru með útibú í Hollandi og Danmörku og fleiri vestrænu löndum og kannski hafa einhver ráðgjafi frá þeim komið hingað á fund atvinnurekenda samtakana á Íslandi til þess að segja þeim hvernig maður brýtur niður verkalýðshreyfingu. Hvernig maður gerir það að verkum að verkalýðshreyfingin hafi ekki þessi efnahagslegu völd sem það þó hafa hér á Íslandi. Tilgangurinn er bara sá að efla völd atvinnurekenda. Það er engin annar tilgangur. Að veikja heildarsamtökin, veikja þetta lagalega umhverfi og að veikja þar með stöðu launafólks í landinu. En svo sendla fyrirtæki eins og Volt er mjög áberandi hérna og svo eru með leigubíla félög eins og Uber og fleira, þetta ýmsum. Raunverulega businessplan þessara fyrirtækja að brjóta niður launakjör. Það er ávinningurinn sem að kemur, sá sem að skiptir við fær hluta, en eigandunni langstæsta hluta, ekki sá sem að vinna við þetta. Oft eitthvað sem á eitthvað app út í heimi sem er kannski með ekkert álag á skiptir engum alveg fyrir hankvota séu 10.000 eða 10 milljónir sem að skipta við þetta, en það bara magnast hagnaðurinn hans sem að dregur þetta til, fyrst og fremst með því að brjóta niður launakjör. Já,
og þetta hefur verið leyft að viðgangast og ég hef ekki heyrt betur en að bara stjórnmálafólk telji þetta að vera hluti að bara nútímavæðingunni. Já, það er mjög undarlegt að það sé ekki tekið fastar á móti í þessu. Það oft tekur svona stofnanir mjög langan tíma. Við sjáum það bara í byggingariðnaðinum þegar verið að koma hingað, flytja inn sem sagt verkafólk, koma því fyrir í einhverjum gámum eða hreysum, óbáðulegum stöðum og leigja því á háu verði, að opinbera stofnar er mjög seinar að taka við sér þó að það blasi við að það eru lögbrot framinn á hverjum einasta degi og þá er bara sagt að það sé fyrir að athuga málið og það kemur ákvæði í samninga kannski við ASÍ og svo er bara engu framfylgt og það er ekkert gert. Það er byggingariðnaðinum þá er líka að það er með því að flytja hingað fólk inn á starfsmannaleigun bara í 3 mánuði. Þá er það svona eitthvað svona millibilstími, þannig að það er ekki að gangast alveg undir íslensk lög og svo er bara svissað út fólki á 3 mánaða fresti. Þó svo þurfum að flytja það á milli landa með flugfæri og okkur fleiru sem nú reyndar lætur fólki borga það sjálft af sínum lágu launum, að þá er þetta látið viðgangast þó þetta sé eiginlega öllum ljóst að þarna er verið að fara á svig og verið að misnóta fólk með út af einhverju gloppum í lögunum. Algjörlega og passa upp á að það ná ekki að mynda tengsl á Íslandi þannig að það geti orðið sér vitandum sinn rétt, þá er því skipt út og nýtt fólk kemur inn í staðinn. Þannig að þetta er á mörgum sviðum sem að við getum séð að það eru svona óveðursblikur mjög víða og sem betur fyrir verkalýðshreyfingin farin að verða meira vakandi fyrir þessu að þessum réttindamálum og hvernig er verið að naga utan í þetta skipulag sem við höfum búið við í áratugi og reynst okkur ansi vel, held ég bara fullir að það sem þjóð að þá hefur þetta reynst ansi vel fyrir vinnumarkaðinn, fyrir atvinnurekendur en ekki síst fyrir vinnandi fólk. Já, þetta til dæmis vinnumarkaðurinn er þó miklu síðari markaður heldur til dæmis leigumarkaðurinn. Já. Það sem að leigjendur hafa ekkert. Það sem aldrei hefur komist á þetta skipulags. Eins og er til dæmis í Svíþjóð, það sem að stóru leigufélögin verða bara að semja við samtök leigjenda leiguverð. Já, akkurat. Herðu Sigurður, alltaf gaman að fá þig hérna og halda kúrs í verkalýðsmálunum. Takk fyrir það. Takk fyrir. Og ég ætla að setja þetta áfram að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í sem að breytist ört, þannig að veitir ekki af að fylgjast með. Næsti kafli er eftir augnablik. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.